Góðan daginn. Sigríður Rós Bjarnadóttir heiti ég og ég dósent við umhverfis- og byggingaverkfræðideild Háskóla Íslands. Mér langar að nýta tækifærið hérna í dag aðeins að kynna fyrir ykkur MS-námið við umhverfis- og byggingaverkfræðideild Háskóla Íslands. Fyrsta spurningin nú kannski í raun og veru af hverju ættir þú að fara í MS-nám? Og ég vona í raun og veru að fyrsta svarið sé að það eitthvað sem þig langar að verða sérfræðingur í. Það eitthvað í grunnnáminu eða kannski þegar þú fórst út á atvinnumarkaðan sem búið að vekja pínu áhuga hjá þér og þig langar að grípa þetta viðfangsefni og kafa aðeins dýpra. Og það raun og veru það sem við gerum í MS-náminu. Við verðum í raun og veru með MS-náminu og verðum við sérfræðingar á einhverju tilteknu sviði. Við verðum í raun og veru best í einhverju og það ofboðslega gaman. Og en svo ef við horfum kannski aðeins á praktísku hliðina, þá MS-nám nauðsynlegt skref til þess að öðlast starfsheitið verkfræðingur. Þannig í raun og veru eini einstaklingur sem má kalla sig verkfræðingur sá sem með sérstakt leyfisbréf. Og þú færð í raun og veru þetta leyfisbréf með því meðal annars að vera búin að ljúka MS-gráðu í umhverfis- og byggingaverkfræði. Með starfsheitinu verkfræðingur þá fylgir í raun og veru aukin ábyrgð í starfi og aukið sjálfstæði í starfi. Samhliða því að þetta veitir náttúrulega bara aðgang að ofboðslega fjölbreyttu starfssviði með góðum tekjumöguleikum. Námið hjá umhverfis- og byggingaverkfræðideild Háskóla Íslands leggur mikla áherslu á gæði, sveigjanleika og þverfræðileika. Þetta alþjóðlega viðurkennt 2 ára nám sem miðar að íslenskum aðstæðum. Við leggjum áherslu á íslenskar þarfir. Námið sjálft ofboðslega einstaklingsmiðað. Þú tekur virkan þátt í að móta þína námsáætlun. Hún í raun og veru mótuð með þínum þörfum og þínum áhuga í huga. Hér getur valið námskeið innan bæði umhverfis- og byggingaverkfræðideildar og innan verkfræðideildarinnar sem heild og innan náttúruvísindasviðs. Við bjóðum líka upp á í raun og veru 15 einingar eða alltaf 15 eininga lesnámskeiði sem þróað undir handleiðslu leiðbeinenda og hér getur þú haft veruleg áhrif á í raun og veru það námsefni sem þú leggur áherslu á. Og eins bjóðum við upp á mjög vinsælt 60 eininga skiptinám erlendis. Þannig þú hefur raun og veru möguleikann á að taka 1 eða 2 annir erlendis og við vinnum í góðu samstarfi við erlenda háskóla sem auðvelda þetta ferli og eins hægt að sækja styrki til að styðja við þetta nám erlendis. Það líka mikill sveigjanleiki í lokaverkefninu. Þannig að þú getur raun og veru valið hálfsás 30 eininga lokaverkefni sem hefur þá eitthvað hagnýtt gildi fyrir íslenska verkfræði. Eða ef þú hefur mikinn áhuga að kafa dýpra og hefur gaman að rannsóknum, þá bjóðum við upp á heilsás eða 60 eininga lokaverkefni. Þetta lokaverkefni hefur vísindalegt gildi og í raun og veru leiðir til svona nýrrar alþjóðlegar þekkingar. Og ég myndi náttúrulega mæla alveg eindregið með því að þið skoðið þetta 60 eininga lokaverkefni ef þið hafi áhuga á að fara lengra og fara í doktorsnám á MS-náminu loknu. Svo kannski mikilvægt að benda á að lokaverkefnin okkar unnin í alveg ofboðslega miklu og þéttu samstarfi oft við íslenskt atvinnulíf. Þannig við með eitt verkefni í gangi núna sem unnið með vegagerðinni, þar sem verið að þróa lausnir sem geta stytt framkvæmdatíma á byggingarstað. Eins verið að vinna verkefni þar sem verið að skoða íblöndunarefni í sement til þess að lækka kolefnisfótspor steinsteypu á Íslandi án þess að hafa neikvæð áhrif á helstu eiginleika steypu og þetta unnið í samstarfi við steypuframleiðanda á Íslandi. Þannig að það ofboðslega tækifæri í þessu sveigjanlega námi. Þannig við bjóðum upp á MS-nám bæði í byggingaverkfræði og MS-nám í umhverfisverkfræði. Ef við skoðum aðeins byggingaverkfræðina fyrst, þá við með nokkur kjörsvið. Hér fyrst sjáum við í raun og veru mannvirkja og jarðskjálftaverkfræði og kannski helstu verkefni þar innan þeirra kjörsviðar burðarþol mannvirkja, húsbyggingartækni og náttúruvá.
Á Íslandi búum við jarðskjálftavirkni, við þekkjum þetta vel og þess vegna ofboðslega mikilvægt fyrir okkur að kafa djúpt í að skilja í raun og veru hvernig þessi jarðskjálftar hafa áhrif á þessar byggingar okkar og þessi mannvirki. Við þurfum að tryggja alltaf öryggi notendans. Svo ef við horfum líka kannski á stærsta vandamál samtímans sem kannski loftslagsbreytingar, þá þurfum við líka í raun og veru að skoða hvernig erum við að byggja og hanna hús og mannvirki til að takast á við þessar breytingar sem þetta breytta loftslag hefur í för með sér. Þannig að þetta eru svona ákveðin viðfangsefni sem við erum að takast á við í mannvirkja og jarðskjálftaverkfræði. Eins bjóðum við upp á kjörsviði jarðtækni og samgönguverkfræði, en hér er verið að skoða í raun og veru hönnun jarðstífla, bergganga, stálþila og hönnun vega og samgöngumannvirkja. Við bjóðum líka upp á kjörsviði endanlíjanlega orka innan byggingaverkfræðinar, en það má líka nálgast þetta kjörsvið í gegnum umhverfisverkfræðina, en þetta er boðið upp á með öðrum deildum innan háskólans og þetta er mjög þverfaglegt nám þar sem er verið að skoða nýtingu vinds og vatnsafls. Ef við skoðum aðeins kjörsviðin í umhverfisverkfræðinni, þá eru þau nokkur. Við höfum í raun og veru umhverfisgæði. Hér er kannski verið að skoða hreint loft, hreint vatn og hreina jörð. Okkur ofboðslega andum þar sem við sitjum í okkur, þetta loft sem við öndum að okkur. Þannig við þurfum að tryggja að þetta sé hreint og að jörðin sé í raun og veru sem hreinust og við séum kannski að skilja eftir okkur sem minnst umhverfisáhrif. Við erum líka að bjóða upp á kjörsvið í samgöngum og skipulagi. Hér er verið að skoða umferð, ferðamáta. Þetta byggða umhverfi sem við erum að byggja upp hefur ákveðið fótspor, ákveðið kolefnisfótspor. Þannig við erum í raun og að skoða með lífsferilsgreiningum hvað þetta fótspor er á þessu byggða umhverfi og getum við kannski þróað einhverja lausnir til að draga úr þessu kolefnisfótspori. Við bjóðum líka upp á kjörsviði vatnaverkfræði, en hér erum við helst að skoða hönnun og rekstur vatnamannvirkja og eins hér er boðið upp á kjörsviði endurnýjanleg orka sem er eins og ég sagði áðan, þetta er þverfaglegt milli nokkra deilda innan háskólans, en það er að nálgast það bæði í gegnum umhverfisverkfræðina og í gegnum byggingaverkfræðina, en hérna aftur erum við að skoða nýtingu vatns og vindafls. Það er kannski mikilvægt að benda á að loka verkefnið er unnið í raun og veru í þágu íslensks samfélags. Þannig þið í raun og veru í eitthvað námi öðlast þekkingu til þess að þróa lausnir á brýnum íslenskum viðfangsefnum með sjálfbærni að leiðarljósi. Þannig við erum í raun og veru að nýta nýsköpun í þágu framþróunar þjóðfélagsins á tímum umbreytinga. Þannig við erum að fást við, eins og ég talaði aðeins áðan, þessar loftslagsbreytingar. Við þurfum í raun og veru að tryggja það að þessar lausnir sem við erum að þróa er að taka mið af þessum breytingum. Og við notum til dæmis heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem leiðarljós til þess að tryggja það að þessar lausnir sem við erum að þróa eru í þágu sjálfbærni og sjálfbærni Íslands og líka í víðara samhengi. Námskeið í meistaranáminu eru sérhæfð sem þýðir að þau eru oft fámenn. En það þýðir í raun og veru að þú kemst í alveg ofboðslega góð kynni við kennara og samnemendur. Það myndast dýrmæt tengsl. Og svo erum við með í námskeiðunum okkar, það eru kennarar bæði innan Háskóla Íslands sem kenna námskeiðin, en eins fáum við til liðs við okkur frábæra sérfræðinga úr íslensku atvinnulífi sem kenna námskeið og leiðbeina verkefni. Þannig að þarna kemstu í bara mjög náið samstarf við íslensk atvinnulíf sem er ofboðslega mikilvægt skref fyrir þig í framtíðinni. MS-námið við umhverfis- og byggingaverkfræðideild Háskóla Íslands er alþjóðlegt nám. Við höfum fjölbreyttan kennarahóp með alþjóðlega reynslu og tengsl. Mörg okkar er búið að læra erlendis og við erum líka búin að vinna erlendis og þar af leiðandi höfum við öflugt tengslanett sem þið hafið aðgengi að. Eins og ég sagði áðan þá er möguleiki á 1 eða 2 misserum í skiptinámi erlendis sem þýðir að þú hefur tækifæri til þess að fara erlendis, öðlast nýja þekkingu og koma með hana heim
og þar með móta í raun og veru lokaverkefnið þitt og vonandi koma þessari þekkingu víðar í þágu Íslands samfélags. Það eru erlendur nemendur í mikið af okkar námskeiðum sem þýðir að mikið af okkar námskeiðum eru kennd á ensku sem enn og aftur ýtir undir þennan alþjóðleika í náminu okkar. Og það er mikil virkni í alþjóðlegum verkefnum sem enn og aftur veitir aðgang að mjög öflugu og dýrmætu tengsluneyti. Þannig að spurningin er MS-nám í umhverfis- og byggingaverkfræði í Háskóla Íslands fyrir þig? Og svarið er já, ef þig langar í einstaklingsmiðað nám, þig langar að hafa mikil í raun og veru áhrif á þitt eigið nám. Ef þið langar að kynnast fólkinu í faginu, þið langar að kynnast fólki á Íslandi sem vinnur í þessu sérhæfða sviði, ef þú vilt styrkja bæði innlend og erlend tengsl og ef þú vilt skapa íslenska þekkingu og móta íslenskt samfélag, þá er MS-nám í umhverfisverkfræði eða byggingaverkfræði að sjálfsögðu fyrir þig. Inntökuskilyrði eru sem sagt viðurkennt BS-próf eða sambarlegt í verkefni, tölvunarfræði eða raunvísindum. Og ef þú ert í einhverjum vafa um þessi inntökuskilyrði þá endilega hafið samband við okkur og við finnum í raun og veru ef það er eitthvað sem vantar upp á eða einhverja leið til að hjálpa þér að sækja þetta nám. Ég vona að ég er búin að vekja aðeins áhuga ykkar á MS-náminu í umhverfisverkfræði og byggingaverkfræði. En ef þið eru með einhverjar spurningar, endilega hafið samband við nemendaþjónustuna. Það er tölvupóstur það er símanúmer og eins hvet ég ykkur til að kíkja á hi.is upp á frekari upplýsingar. Endilega sóttu á hi.is, umsóknarfrestur er til 15. apríl og ég hlakka bara ofboðslega til að sjá ykkur í háskólanum. Takk fyrir.